minn eða þinn. Góðan daginn og býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa blaðamannafundar sem að við í þingflokki Framsóknar og Framsókn boðuðum til. Og tilefnið vissulega ærið og við förum betur yfir það hér og eftir. Málefni barna og ungmenna standa okkur mjög nærri og það ástæðan fyrir því að við ákváðum að lögðum áherslu á það í ríkisstjórnunum bæði frá 17 til 21 og 21 til 24 að sækjast eftir því að vera með menntamálin og að leggja áherslu á börn og umhverfi barna með skýrum hætti og við höfum gert. Þegar við komum inn 2017 þá var uppi bráðavandi varðaði fjölda kennara eða starf kennara og það var farið í það af þáverandi menntamálaráðherra Lilju Alfreðsdóttur og innviðaráðherranum eða sveitarstjórnarráðherranum sem hér stendur. Það tókst. Það var farið í að gera menntastefnu til 2030 sem enn unnið eftir. Á sama tíma breytti Ásmundur Einar félagsmálaráðuneytinu að hluta til yfir í ráðuneyti barna og hann yrði ráðherra barna og fór síðan með þau málefni inn í menntamálaráðuneyti þegar við stokkuðum upp ráðuneytin 21. Og með það fyrir augum að leggja áherslu á barnið, farsældina, sem kjarnan í því hvernig við nálgumst þetta verkefni, börn og ungmenni. Við höfum síðan auðvitað hafa viljað gera meira á þessum tíma, ná lengra í árangri, en einmitt vegna þess að það tókst ekki, gerum við okkur svo skýra grein fyrir því að það þarf lengri tíma og fleiri en einn mann eða eina mannesku til þess að ná þessum árangri. Það þarf samstöðu. Hér áramótin þá var bæði forsætisráðherra í sínu ávarpi sem talaði samvinnu og samstöðu í lykilmálum. Við í kryddsíldinni á gamlársdag vegna hvatningar og áskoranar manns ársins Guðmundar Fylkissonar, Guðma Löggu. Þá voru allir formenn flokkana tilbúnir að lýsa því yfir að þarna væri mál sem þeir væri tilbúnir að vinna saman af og þess vegna tökum við þetta skref. Þetta málefni sem við höfum fjallað í þingflokknum í allan vetur. Við lögðum áherslu á í fjárlagatillögunum. Stefán Vagn, okkar fulltrúi í fjárlaganefnd, kom með tillögur sem við vorum búin að móta í þingflokknum. Halla Hrund Logadóttir talsmaður okkar í málefnum barna og ungmenna. En Ingibjörg formaður þingflokksins, hún líka kennari og hún var formaður þverpólitísks hóps í málefnum barna og ungmenna á síðasta kjörtímabili og ég ætla þess vegna að gefa henni orðið. Hún hefur haft veg og vanda undirbúningi þessa blaðamannafundar. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Skiptu við mig. Takk. Góðan daginn og takk ykkur öllum fyrir að gefa ykkur tíma og vera með okkur hérna í dag. En í gærmorgun þá sendi ég fyrir hönd þingflokks Framsóknar formönnum allra flokka hér á Alþingi erindi varðar alvarlega stöðu barna og ungmenna á Íslandi. Eflaust kann einhverjum að þykja það fréttnæmt að þingflokksformaður geri þetta með þessum hætti og boði til blaðamannafundar í kjölfarið, en tilefnið ærið og ástæðan einföld. Farsæld barna og öflugt menntakerfi sameiginleg ábyrgð okkar allra, þvert á flokkslínur og það erum við öll sammála. Málefni barna snýr ekki að einstökum stjórnmálaflokkum eða einstaklingum og þetta ekki verkefni eins kjörtímabils. Heldur þetta viðvarandi langtíma verkefni allra stjórnmálamanna ókomin ár. Og þegar kemur að hagsmunum barna, þá eigum við ekki að gefa afslátt. Málefni barna og ungmenna mega aldrei verða afgangsstærð. Á sama tíma og við stöndum frammi fyrir sívaxandi áskorunum, höfum við séð tíð ráðherraskipti á umliðnu ári yfir málaflokknum. Og það á tímum sem við megum allra síst við lausatökum, þegar stöðugleiki í mennta- og barnamálum skiptir sköpum. En ég vil samt byrja á því að segja það hér skýrt að börnum og ungmennum á Íslandi
líður upp til hópa mjög vel og þau eru að standa sig vel. Þau eru forvitin, þau eru skapandi, ábyrg og þau eru samfélagslega virk. Við sjáum ungmenni leggja sig fram í námi, leggja sig fram í íþróttum og tómstundum, listum og félagsstarfi. Og við sjáum þau taka þátt í umræðu samfélagsmál, sýna samkennd og vilja til þess að hafa áhrif. En við vitum líka að staða barna er ólík. Allt of mörg þeirra fá ekki þá þjónustu og þann stuðning sem þau þurfa. Við þekkjum öll sögurnar, alvarlegan vanda þar sem börn fá í rauninni ekki úrlausn sinna mála. Það eru langir biðlistar, það er skortur á fagmenntuðu starfsfólki, veik stoðkerfi í skólum og samfélagi, aukið ofbeldi og aukin vímuefnaneysla hjá ungmennum. Þetta er þróun sem við getum ekki litið framhjá. Og það er mikilvægt að við ræðum heildarmyndina og séum ekki að kasta fram einhverjum skyndilausnum. 60% nemenda ná grunnhæfni í lesskilningi samkvæmt PISA, sem þýðir að hátt í 40% nemenda geta ekki lesið sér nægjanlega til gagns. Sá sem ekki ræður við að lesa og skilja texta stendur höllum fæti í lífinu, í námi, atvinnu og á daglegu lífi. Og í hverjum nýjum árgangi fjölgar börnum sem ná ekki grunnfærni í læsi sem eru áhrif á allt nám þeirra, sjálfsmynd þeirra og þátttöku í samfélaginu til framtíðar. Það er á okkar ábyrgð núna að bregðast við af fullum krafti. Sú kynslóð sem nú vex úr grasi á það hreinlega skilið. En við stöndum líka frammi fyrir nýjum og óþekktum áskorunum. Börn og ungmenni alast upp í heimi stöðugs áreitis, aukins skjátíma og aðgengis að skaðlegu efni og netheima sem að við fullorðna fólkið höfum ekki tekið nægilega alvarlega. Það er staðreynd að of margt í umhverfi barna almennt og þeirra sem að standa höllum fæti virkar ekki sem skyldi. Skólarnir eru of oft látnir bera ábyrgð og vanda sem að rætur á annar staðar í samfélaginu, án þess að nauðsynleg úrræði og stuðningur fylgi með. Í dag bíða þúsundir barna eftir þjónustu sem á að styðja við þroska þeirra, samskipti og þátttöku í samfélaginu. Mannekla í skólakerfinu er einnig orðin alvarleg. Á næstu 10 árum mun stór hluti kennara hætta störfum sökum aldurs. Álag á kennara og skóla hefur aukist, meðal annars vegna fjölbreyttari nemendahóps, breyttara samfélagi en einnig manneklu. Ef starfsumhverfi, stoðþjónusta og ráðgjöf eru ekki sjálfbær, þá segir það sér sjálft hvaða áhrif það hefur sem er auðvitað fyrst og fremst á börnin. En mig langar til þess að árétta eitt hér. Það er engin einföld lausn við þessum vanda sem að steðjar að börnum í dag, hvort heldur sem er að ræða geðheilbrigði þeirra, menntun eða öryggi. Annars væri hún komin hér fram. En við þekkjum samt öll það sem þarf að gera. Við vitum að það þarf að fjölga kennurum til lengri tíma. Við vitum að það þarf að stytta biðlista. Við vitum að það þarf að styðja við kennara og bæta starfsumhverfi þeirra. Og biðlistarnir þeir eru sögulega langi núna eftir þjónustu og greiningu. Við þurfum að efla lestrarkennslu og stór efla menntarannsóknir, svo eitthvað sé nefnt. En til þess að þetta og fleira sé hægt, þá þurfum við stjórnmálamenn að stíga upp úr skotgröfunum og vinna saman þvert á flokka og með fagfólkinu sem að við erum ótrúlega rík og heppin eiga. Þess vegna lagði ég til við þingflokk Framsóknar að við kölluðum eftir þverpólitískri samstöðu í málefnum barna og ungmenna. Í fyrsta lagi
óskum við eftir því að boðað verði til víðtæks samtals farsæld og menntun barna þvert á stéttir, þvert á þjóðfélagshópa, þvert á stjórnmálaflokka, með foreldrum, með fagfólki og ekki síst með ungmennunum líka. Því að þetta samtal þarf að eiga sér stað sem allra fyrst. Samhliða þessu verður settur á laggirnar þverpólitískur starfshópur með skýrt umboð til þess að móta þá raunhæfar og fjármagnaðar aðgerðaáætlanir til skemmri og lengri tíma sem yrði svo fylgt eftir í framhaldinu. Við í Framsókn, við óskum eftir því að við hættum að tala okkur hás aukaatriði og förum að einblína öll sem eitt á merg málsins, á heildarmyndina og náum fram raunverulegum umbótum á því umhverfi sem að börnin okkar alast upp í. Nú tímabært að við stígum upp úr skotgröfunum og vinnum saman að lausnum fyrir börnin okkar. Að lokum vil ég nýta tækifæri hér og hvetja okkur öll til þess að styðja nýjan barna- og menntamálaráðherra Ingu Sæland til góðra verka í því að stuðla framförum í málefnum barna og ungmenna, hvort heldur sem við erum að horfa til bættra líðan, menntunar eða velferðar almennt. Því við vitum það að það tekur alltaf nýjan ráðherra tíma að setja sig inn í málaflokkinn og við erum hreinlega komið núna að ögurstundu og megum engan tíma missa. Takk fyrir. Viljum bjóða upp á spurningar ef að einhverjar eru. Spurningar eða bara viðtölu eftir, annars látum við bara... Já. Nú hef ég átt fund með Ásmundi og Guðmundinga niðri í ráðuneyti. Ég hef átt 3 fundi eftir handað Skólanís og svo sem að farsældin frábær, og það bara svona gegnumsneitt í þessu kerfi. Það verður eitthvað svona átak og það kýlt í gegnum Alþingi og síðan á þetta að klára þetta í kerfi. Og þar bara farsældin ekki komin inn, eins og ég veit, og ég kalli þetta oft plástra, það verður einhver umræða og þá á plástrið það. Ef við tökum bara þegar sjálfræðisaldurinn var hækkað 16 í 18, þá hafa börn fullt af réttindum, 16 ára og 18 ára, en foreldrar á að bera ábyrgð á því til 18 ára og það bara misræmi í lögunum og það bara bitnað á barninu mínu, og það eru meðferðarstöður erlendis, sjúkratryggingar hafa greitt það, Barna- og fjölskyldustofa hefur bara beint í andlitið á foreldrum sagt að það sé ekki fordæmi. Samt eru 3 börn búin að fara á SVK og 20. nóvember 2024 átti ég fund með ráðuneytinu þar sem að forseti sveitarstjórnar Húnabergar það sambandinni og sagði manni verðum að hugsa lausnum. Þetta bara maður úr sveitinni sem ég vil göngum. Og Húnavallaskóli var bara tilbúin sem hótel, á sumrin við reka það. Það var gamli, bara sveiti mín þar sem ég ólst upp, á sumrin. Þau voru þarna í heimavist. Hann sagði að það voru að hugsa lausnum, út prógram. Ég og Þorgeir Ólafsson sem að smíðaði Krýsuvíkurmúseli, þekkti mörg Krýsuvíkurmúseli. Ég vann þar og kom að vinna þar og þar í þessum málefnum líka. Ég átti fund, ég og Þorgeir mættum, Guðmundur Fylkis sem unni náði með, og Björn Jóns sem var skólastjóri Brúarskóla. Brúarskóli svona úrræði fyrir yngri börnin. Hef ég eitthvað heyrt frá ráðuneytinu? Nei, ég hef alveg átt fund með Jón Gnarr hérna, og hann tala að hann hafi komið í pólitík til að vinna að þessum málum. Hvað komnir 15 mánuðir? Það þess vegna sem við erum í raun og veru að leggja þetta fram. Það sem sagt, eins og ákallið kemur frá þér eðlilega á þinni reynslu. Það bara að segja, já, það margt sem bendir til þess að við séum á einhverju réttri leið, við erum bara ekki komið of langt. Og til þess að komast lengra, að þá erum við að leggja hér til að gera þetta þverpólitískt í samstarfi allra fagaðila, einmitt til þess að geta tekið markviss skref til þess að geta tekið utan börn og ungmenni sem á því þurfa að halda okkur öllum og ekki þeim síst þeim sjálfum til hagspóta. Já. Þess
persónulega, við eigum ekki nema 3 sérfræðinga, það eru bara 2 eftir á landinu, sem eru undir 18, sem eiga að vinna með börn, með fíkni og tengslarverslunar og svona góðverk. Það er verið að tala um fagfólki, rugl og allt þetta í menningarfólki á umræði. Við verðum að fara átt okkur á því, ef við erum að tala um tungumál, krakkana, til að geta hjálpa þeim. Hárrétt. Grunnþarfina, bara sveita, þú veist. Já, það er rétt. Því að sko, hugl, neytar, fíkni, skilji, gæðmennar, við erum ekki að tala um þetta tungumál. Og ég tala eigin reynslu, ég var svona þingpall sjálfur í þessum meðframálum. Og ég á nú einn félag sem fór bara til Noregs, er búinn að finna Gumma Fylkis norsk útgáfuna og skoða þetta þar. Yes We Can, fullt af meðferðarstöðum sem er að séra þessi fyrir börn. En eigum við að taka samtalið á eftir og ef það eru fleiri spurningar kannski og ég veit að það er verið að bíða eftir viðtölum við okkur þá getum við kannski náð góðu samtali bara maður og mann, ég held að það sé ágætt á eftir. Eru fleiri spurningar? Þá ljúkum við bara þessari útsendingu Já, og þökkum ykkur bara kærlega fyrir að taka þátt og hlusta. takk.